Áfram höldum við hér í föstudagsþætti en 4 og næstu mínúturnar ætlum við að huga að stórri matarhátíð sem verður haldin á Akureyri þar næstu helgi. Einar, er það ekki rétt hjá mig? Þetta er stór matarhátíð, Local Food Festival. Já, þetta er heljarinnar sýning og stækkar mikið ár frá ári og verður nóg að vera. Við verðum þarna með matreiðslukeppnir og svo verður náttúrulega haugur af sýnendum, alls konar landbúnaðarvörur og fleira skemmtilegt. Þessi hátíð, hún hefur verið haldin í íþróttahöllinni og þarf svona stórt hús. Já, þyrfti stærra og skemmtilegra hús eða þyrfti eiginlega bara byggja það. Svona sérhannað sýningahús en það er kannski seinni tíma vandamál. Tinna Lóa, þið hjá MS, þið verðið þarna með bás. MS er nú stór matvælaframleiðandi. Já, við verðum með bás. Það er svo vanalega. Að vera með slíkan bás, þetta er bara þó nokkuð bara fyrirtæki, er það ekki að setja upp svona bás, gera hann aðlagandi og svo framvegis? Jú, þetta er alveg heilmikið vinna í kringum þetta. Mjög mikið tilstand. Hvað ætlið þið að leggja áherslu á? Sko, við erum að hugsa að reyna að vera með eitthvað sem við erum að framleiða fyrir norðan. Það er svo sem ekki alveg ákveðið en ég reikna með að verði steyptir ostar og ostakökur til dæmis. Við erum svona að leggja lokahönd á þetta. Þannig að það verður smakk hjá ykkur eins og á öðrum básum? Já, það verður nóg smakk. En þetta er svona mikið tilstand. Er það þess virði fyrir fyrirtæki eins og MS að taka þátt í svona hátíð? Algjörlega ekki spurning. Bara það er að gera fyrir okkur hérna fyrir norðan að flagga svolítið því sem við erum að gera. Þannig að ég myndi segja að það væri bara mjög mikilvægt að eins fyrir sýnendur bara að stækka og styrkja tengslanettið og kynnast öðrum sem eru í sömu verkefnum. Þannig að þetta er svona á vissan hátt ykkar leið til þess að komast í bara beint samband við neytandann? Algjörlega. Fá hugmyndir frá neytanda og bara mjög gott. Einar, það er ekki bara þessi hátíð þá sem sagt upp í höll að veitingahús bæjarins verða með gesta, kokka og svo framvegis. Já, í ár þá ákveður að koma því inn í að vera með svona food and fun pop-up hérna í kringu sýninguna, taka 3 daga fyrir sýninguna og enda svo að laugardagur með stæl og fá stráka úr Reykjavík til þess að koma og vera gestakokkar á svona betri stöðum bæjarins og það verður skemmtileg nýjung og gaman að sjá hvernig það tekst til og það er svona, svo erum við með þess að segja matreiðslukeppnir í höllinni, bæði fyrir matreiðslumenn og svo matreiðslunema. Þannig að það verður nóg að vera í kringum kokkaríð þessa helgina. Þannig að veitingastaðirnir sem að taka þátt í þessu, að þeir sem sagt verða með fræga gesta kokka á sínum snærinu. Já, það er náttúrulega allir frægir í þessu fæi sko, þannig að spurning bara hversu fræga við fáum en einhverjir flotti strákar verða hérna og upprennandi stjórnir vonandi. Svona, í matagerð svona almennt svona tískustraumar, hvað er núna helst svona í tísku? Í matagerðinni, það er kannski ekki svo einfalt að nefna eitthvað eitt sérstakt. Það er rosa mikið í gangi, þú veist, það er rosa mikið í ný norrænni matreiðslu sem er náttúrulega að ríða öllum veitingahúsum núna, sérstaklega fyrir sunnan, en þetta blandast vel saman og svo koma gamlar hefðir alltaf aftur og aftur, þannig að þetta er bara skemmtileg flóra, það er nóg að taka og mikið af spennandi veitingastöðum. En þessar keppnir sem að verða haldnar þarna, ég sá það er þjónar eru að keppa og kokkar eru að keppa og bakarar eru að keppa. Já, það er nóg að vera. Það verður gaman að sjá þjónarhlaupið, ég veit ekki alveg hvernig það verður framkvæmt, en mér skilst að ég að hlaupa með þjónabakka á einhverja hringi. Ég veit ekki hvernig það er dæmt, hver missi klassi fyrst eða hver fyrir lengst. Þannig að það verður svona mjög gaman að þessu öllu saman. Þannig að þetta er í raun og veru þá líka sem sagt skemmtun? Algjörlega, tvímælalaust. En þeir sem að ég koma til þess að á básinn hjá ykkur, er hinn almenni kunni, er hann mikið að tala við ykkur framleiðsluna og láta sitt í ljós? Það er nefnilega rosalega misjátt. Við fáum oft viðskiptavini sem að bara hafa mikinn áhuga
bæði á framleiðslinu og að koma með hugmyndir að nýjungum og svona. Og svo aðrir sem kom bara að smakka. Þannig að þið hlustið? Algjörlega. En að standa svona eina helgi, þetta náttúrulega, þið náttúrulega verðið þreytt í lok helgarinnar? Já, við erum öllu vön. Já, það er náttúrulega mikill undirbúningar að þessu og einhverju vikur undan og en þetta er bara gaman og skemmtilegt, það kemur mikið af fólki að þessu og allir að vinna saman og Algjörlega þess virði. Algjörlega og En þarna sér fólk væntanlega svona bara á einum stað hversu mikið matvæla hér að þá Norðurland er? Já. Já, það er nóg að taka, þess að segja, það er mikið að vera. En það er sem sagt matarhátíðin þar næstu helgi upp í Íþróttahöll og svo er það sem sagt gestakokkarnir á veitingahúsum bæjarins. Já. Þakka ykkur fyrir komuna hingað og rétt á eftir þá ætlum við að halda upp á innan gæsalappa 10 ára afmæli Bruggverksmiðjunnar Kalda á Árskógssandi.